Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 25. september 2024 klukkan 16:34. Þetta 857. fundur bæjarstjórnar og haldinn á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar að Þverholti 2. Í dag sitja fundinn 3 varabæjarfulltrúar. Það eru Valdimar Birgisson í forföllum Lovísu Jónsdóttur, bæjarfulltrúa Viðreisnar, og Hilmar Stefánsson og Hjörtur Örn Arnarsson í forföllum Jönu Katrínar Knútsdóttur og Rúnars Braga Guðlaugssonar, bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokks. Aðrir aðalbæjarfulltrúar eru hér í dag. Í upphafi fundar liggur fyrir ósk að taka málið kosningar í nefndir og ráð á dagskrá með afbrigðum og yrði það þá mál númer 7 á dagskrá fundarins og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja þessi afbrigði að gefa merki. Það eru 11 hendur, þannig að það þá kemur þá inn sem 7. dagskrármál og þá liggja fyrir fundinum í dag alls 16 mál. Þar af eru 5 fundargerðir til afgreiðslu, 2 almenn erindi og 9 fundargerðir til kynningar. Og þá bara göngum við til dagskrár og fyrsta dagskrármál fundargerð 638. fundar bæjarráðs sem framfór 12. september síðastliðinn. Þar voru 11 mál á dagskrá en forseti vill vekja athygli á mögulegu vanhæfi sínu varðandi umræður og afgreiðslu máls 1.3 þar útboð á fjárvöktun og þjónustu brunn- og öryggiskerfa vegna atvinnu sinnar og eru athugasemdir eða óskir að ræða það eitthvað. Svo virðist ekki vera og þá leggur forseti til að byrjað verði á að afgreiða það mál sérstaklega á meðan forseti víkur sæti og varaforseti tekur við stjórnfundarins á meðan. Já, takk fyrir það. Við erum þá í 3. máli í þessari fundargerð, útboð á fjárvöktun og þjónustu bruna- og öryggiskerfa. Þarna samþykktu bæjarráð að ganga að tilboði í þetta verkefni og orðið laust þessa ákvörðun. Þá óskar enginn eftir að fá orðið, þannig að forseti ber þá þetta 3. mál undir atkvæði fundarins, þeir sem geta staðfest bæjarráðs, vinsæla skefið merki og það eru 11 hendur á lofti. Takk fyrir það. Þá held ég fyrst varaforseti víki sæti og vonandi forseti hér einhvers staðar á næstu grösum. Fundurum má ekki vera stjórnlaus. Takk fyrir, varaforseti. Þá höldum við áfram og það opið þá fyrir umræðu þessa fundargerð 638. fundar bæjarráðs að öðru leyti. Einhver sem óskar eftir að taka til málsum. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hér upp undir 10. máli á dagskrá þessa fundar. Ósk fordæmingu árása og að kalla verið eftir vopnahlé á Gaza. Fyrir þessum fundi bæjarráðs lá hvatning til bæjarráðs að lýsa yfir fordæmingu árása á Gaza og ákall eftir vopnahlé. Bæjarráð samþykkti einróma eftirfarandi bókun sem ég ætla að fá að lesa með leyfi forseta. Bæjarráð Mosfellsbæjar tekur undir ályktun utanríkismálanefndar Alþingis tafarlaust vopnahlé á Gaza af mannúðarástæðum. Aðstæður almennra borgara á Gaza eru skelfilegar
Innviðir samfélagsins í molum vegna sprengjuárása og íbúar svæðisins á vergangi. Aðgangur að mat og vatni stopull, heilbrigðisþjónusta lítil, skólastarf hverfandi og heimili fólks hafa verið jöfnum við jörðu. Þúsundir saklausra barna og ungmenna hafa verið drepin. Þessum hörmungum verður að linna. Það gerist ekki nema komið verði á vopnahléi. Tilvitnun lýkur. Þarna að sjálfsögðu verið að vitna í ályktun utanríkismálanefndar sem samþykkt var síðastliðið haust. Síðan þá hefur Ísland að minnsta kosti tvisvar greitt atkvæði með ályktunum allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna þar sem framganga Ísraelsmanna á Gaza fordæmd og kallað eftir vopnahléi. En ekkert breytist því það ríki sem í raun getur haft áhrif, Bandaríki Norður-Ameríku, gerir ekkert, greiðir atkvæði gegn eða situr hjá. Ég get einungis talað málefni Palestínu og Gaza sem sá einstaklingur sem ég miðaldra íslensk amma, leikmaður sem situr við hliðarlínuna og getur lítið aðhafst til að breyta gangi mála. En það samt þannig að einstaklingar geta haft áhrif. Einstaklingar sem gefa tíma sinn, krafta og rödd í að spyrna við fótum og segja hingað ekki lengra. Einstaklingar eins og sá sem sendi erindið inn til bæjarráðs. Einstaklingar á Íslandi munu ekki einir og sér hafa úrslitaáhrif það hvort Ísraelsher hætti sprengjuárásum á almenna borgara á Gaza eða ekki. En við verðum að vona að raddir almennings, einstaklingana víða heim, munu að lokum heyrast inn á hið stóra valda og hagsmunabaráttusvið heimsstjórnmálanna. Við horfum upp á þjóðarmorð nánast í beinni útsendingu. Fólkið á Gaza, íbúar á Gaza, bæjarbúar í hinum ýmsu bæjum á Gaza eru reknir á flótta úr einum stað í annan. Undir sprengjuregni Ísraelshers sem drepið hefur þúsundir alsaklausra barna og ungmenna auk fullorðins fólks og lagt alla samfélagslega innviði í rúst. Þetta fólk getur ekki flúið neitt. Það lokað inn á svæðinu. Þau eru í raun eins og dýr í búri. Þetta ekki stríð tveggja herja eða fleiri, þetta þjóðarmorð. Og ég veit ekki hvers virði það í samhengi hlutana. Afsakið. Sögunar eða tímans þunganeiðis en ég fordæmi árásir Ísraelshers á Gaza. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan dagskrárlið. Svo tel ég ekki vera. Fundagerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Takk fyrir forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Kemur hérna upp undir máli 1.6. Mér finnst alveg ástæða til þess að koma hér upp og þakka fyrir þetta minnisblað sem var lagt fram á þessum fundi bæjarhátíðina í túninu heima og í rauninni þakka starfsfólki Mosfellsbæjar og sérstaklega verkefnastjórunum Auði Halldórsdóttur og Hilmari Gunnarsinni og fleirum fyrir þeirra framlag til þess að koma þessu öllu heim og saman og ég veit að þetta eigin raun að þegar þessi hátíð haldin þá náttúrulega bara allt undir allar stofnanir og það starfsfólk sem að vettlingi getur valdið að það tekur þátt og bærinn skarta sínu fegursta þegar hún haldin og þrátt fyrir alls konar veður sem við höfum fengið á okkur í gegnum tíðina og það var engin undantekning núna, þetta var alls konar. En það hún hefur náttúrulega stækkað gríðarlega mikið þessi hátíð og sérstaklega gaman að sjá hvað Tindahlaupið orðið stórt og það hefur greinilega vaxið mjög mikið á síðustu árum, bara í takti við áhuga fólks á útivist og hreyfingu. En það var auðvitað svona ákveðin skuggi yfir hátíðinni í ár, svona skuggi ofbeldis og ég held að þau sem unnu á hátíðinni hafi sannarlega fundið fyrir því
og gerðu sitt allra besta til þess að svona halda hlutum rólegum og í lagi og öllum öruggum. Og það var nú sérstaklega vitnað til þess á stórum foreldrafundi sem var haldinn í Hlégarðinum á dögunum, þar sem að foreldrar unglingadeilda allra grunnskóla fjölmenntu á fund, sem var svona ákveðin birtingarmynd af áhyggjum sem fólk hefur af öryggi barnanna sinna. Og við gerðum klárlega breytingar á hátíðinni núna. Stóra ball í íþróttahúsinu var ekki haldið, heldur það var flutt inn í Hlégarð og það var engin flugeldasýning og það bara þetta segir okkur, það má breyta. Það þarf ekki alltaf að vera alltaf eins. Og ég sé það alveg á minnisblaðinu að menn vilja svona kannski nýta þessa reynslu sína og skoða og endurmeta hvað erum við að gera, hvernig aðstæður erum við að búa til og hvernig viljum við að þessi viðburður þróist. Þannig og ég bara hvet bæði starfsfólk og kjörna fulltrúa til þess að taka þá umræðu alvarlega þegar það kemur væntanlega svona með vorinu. Að við fjöllum þetta og ákveðum hvers konar viðburður þetta á að vera og hvaða ramma við ætlum að skapa utan þá svona fjölskyldu skemmtun sem að þessi hátíð á að vera. Þannig að langar bara svona nefna þetta. Takk fyrir það bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo virðist ekki vera, fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. En enginn kveður sér hljóðs aðra liði svo að við tökum fundargerðin til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa að geta staðfest fundargerð 638. fundar bæjarráðs að gefa merki. Það eru allar 11 hendur, takk fyrir. Samþykkt samhljóða, þá það annað mál á dagskrá. Það fundargerð 630. og 9. fundar bæjarráðs sem framfór 19. september síðastliðinn. Þar voru 4 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs hana og við tökum þá fundargerðin til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa að geta staðfest fundargerð 639. fundar bæjarráðs að gefa merki. Það samþykkt samhljóða, takk. Og þá erum við komin að 3. máli á dagskrá sem 251. fundur umhverfisnefndar Mosfellsbæjar sem framfór 10. september síðastliðinn. Þar voru 5 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. En enginn kveður sér hljóðs þessa fundargerð, tökum hana til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa að geta staðfest fundargerð 251. fundar umhverfisnefndar að gefa merki. Það eru allar 11 hendur, takk, samþykkt samhljóða. Þá það 4. dagskrármál sem 21. fundur menningar og lýðræðisnefndar sem framfór 10. september síðastliðinn. Þar voru 2 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þessa fundargerð og við tökum fundargerðin til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa að geta staðfest fundargerð 21. fundar menningar og lýðræðisnefndar að gefa merki. Það eru 11 hendur, samþykkt samhljóða, takk fyrir það. Þá það 5. dagskrármál sem 616. fundur skipulagsnefndar sem framfór 20. september síðastliðinn. Þar voru 14 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Valdimar, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem undir máli númer 1, skipulagsmyndum. Þetta má ekki vera alveg svona stuttur fundur að fyrir maður heim alveg strax sko. Það sem sagt fyrsti áfangi Blikastaðarlands, deilskipulag. Það finnur innra minnisblað
skipulagsfulltrúa, þar sem að fara yfir fund sem við héldum hérna fyrir stuttu Blikastaði. Þar sem að það var hérna boðað til fulltrúar bæjarstjórnar og fulltrúar nefnda í bænum með arkitektum. Þessi fundur var ákaflega góður og alveg svo fundurinn sem var aldrei á undan þessum að þá mjög mikið af hlutum sem að við hérna getum haft áhrif á hvernig skipulagið á þessu stóra svæði verður. Þannig að ég hvet þá sem að geta mætt á næsta fund sem haldinn verður sem sagt 16. október og þar verður tekið fyrir húsnæði og umhverfi. Það skiptir máli að við mætum á þessa fundi til þess að móta stefnuna á Blikastöðum. Þannig ég hveti ykkur til að mæta á þennan fund 16. október. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Bæjarfulltrúi Helga, gjörðu svo vel. Nei, ekki þennan lið. En voru fleiri og tel ég ekki vera. En þá það bæjarfulltrúi Helga. Já, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hérna undir lið 5.3. Umferðaröryggisáætlun Mosfellsbæjar, endurskoðun. Og langar bara að benda á þessa áætlun sem að hér var lögð fram á fundinu til afgreiðslu. En þarna áætlun sem að verið að eins og framkemur endurskoða. Þarna farið yfir stöðumat og greiningarvinnu sem liggur fyrir og þarna búin að forgangsraða þeim verkefnum sem sveitarfélagið mun fara í. Það komu mjög góðar og áhugaverðar ábendingar frá íbúum og við þökkum kærlega fyrir það. En vildi bara benda á þetta og hvetja fólk til að kynna sér þessa áætlun og þau verkefni sem við munum fara í á næstu ári. Kæra þakkir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Valdimar, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það leyfir mér að þakka Helgu fyrir að vekja athygli á öryggisáætluninni sem var samþykkt á fundi og stór áfangi þar. Það svo sem ætla ekki að fjalla hana. Ég ætla meira. Ég ætla að fjalla mál númer 5.2, stækkun og breytingu á Hlíðarvelli, aðal- og deiliskipulag, austurhluta vallarins. Mér langar bara að vekja athygli á þessu. Þarna verið að leggja fram skipulagslýsingu, þetta samþykkja skipulagslýsingu. Og svo farið við ferli núna að það verið að leggja fram lýsinguna á því hvernig deiliskipulagið verður gert. Þessi lýsing núna opin fyrir athugasemdum. Þannig að íbúar geta komið með athugasemdum við þessa lýsingu. Síðan stefnan á það að halda fund með íbúum og hverjum sem þessa lýsingu og þetta verkefni. Síðan fer náttúrulega búið til deiliskipulag og við fjöllum það og það fer síðan í athugasemdir líka og þá stendur til að hafa annan fund deiliskipulag. Þannig að þetta verður gert mjög mikilli aðkomu íbúa á svæðinu. En það sem stendur til þarna að gólfvöllurinn verði lagaður eiginlega það tvennt sem að fæst út úr því. Fyrstulega þetta að auka öryggi vallarins með því að lengja hann en jafnframt mjúka þannig að hann verði aðeins þrengri og það skapist svona bil á milli göngustíga og reiðstíga og vallarins sjálfs. Þannig að við erum svona skerpeðil á því að þetta svæði ekki bara golfvöllur, heldur þetta líka fyrir aðra sem eru gangandi, hlaupandi, hjólandi og ríðandi. Þannig að þetta á að vera til bóta fyrir okkur Mosfellinga. Annað líka sem fæst út úr þessu það að það kemur lítill golfvöllur til hliðar, þar sem að fólk sem að byrja í golfi, krakkar
og eldra fólk getur komið og spila fyrir lítinn pening eða byrjað í golfinu. Takk fyrir þetta. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið? Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin er opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Helga, gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar, ég óska eftir leyfi til að fá að ræða mál 5.6, 5.7, 5.8 og 5.9. Já, gjörðu svo vel. Takk. Á fundi skipulagsnefndar voru lagðar fram til kynningar og afgreiðslu tillögur af deiliskipulagsbreytingum vegna grenndarstöðum, sem að mínum mati ánægjulegt. Og þessar tillögur fela í sér að koma fyrir grenndarstöðum í samræmi við áætlun fjölgun grenndarstöða og innleiðingu hringrásarhagkerfisins. Er að ræða grenndarstöð við Sunnukrika, við Skálahlíð, við Hlaðgerðarkotsveg og við Dælustöðvarveg. Ég kem hér upp bara til að vekja athygli á þessum 4 grenndarstöðum. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls einhvern þessara liða? Svo tel ég ekki vera, en enn eru nokkri liðir sem enginn hefur tekið til máls þannig að fundargerðin er opin fyrir umræðu að öðru leyti. En enginn kveður sér hljóðs þá liðið sem eftir standa, svo ég tek þá fundargerðin til afgreiðslu og bið bæjarfulltrúa sem að geta staðfest fundargerð 1616 og fundar skipulagsnefndar að gefa merki. Það er allar 11 hendur á lofti, samþykkt samhljóða. Takk fyrir það. Þá erum við komin að 7. dagskrármáli sem er betri samgöngur, samgöngusáttmáli, og það er önnur umræða sem verður svo tekið til afgreiðslu hér að umræðum loknum, og það er opið fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Halla Karen, gjörðu svo vel. Forseti og aðrir bæjarfulltrúar, ég kem hér upp fyrir máli 6, betri samgöngur, samgöngusáttmáli, síðari umræða. Já, það er búið að fara vel yfir þennan uppfærða samgöngusáttmála hér á síðasta bæjarstjórafundi í fyrri umræðu sáttmálan sem á enn fleiri fundum hefur verið fjallað hann. Í fjölmiðlum, í fréttum og einnig bara mikið rætt þennan samning hér og þar í samfélaginu. Margt þennan samgöngusáttmála hefur komið fram og ég ætla ekki að fara ítarlega í þennan stóra og viðamikla sáttmála sem slíkan, enda engin sérfræðingur á því sviði. Ég vil þó koma hér upp og minna á að þessum samningi kemur fjöldinn allur af sérfræðingum, bæði frá ríkinu og sveitarfélögum, sem búnir að leggja ómælda vinnu í gerð þessa samnings, svo ég tala nú ekki betri samgöngur sem vinna að þessu á hverjum einasta degi og eru búin að gera það í nokkur ár. Það var nefnilega þannig, og það er ágætt að rifja þess upp, að áður en samgöngusáttmálinn var gerður eða skrifað undir árið 2019 voru sveitarfélögin hvert í sínu lagi og stundum í sameiningu að kalla eftir úrbótum á stofnvegakerfinu með samskiptum við vegagerðina, ráðuneyti og þingmenn. Sveitarfélögin voru í því að óska eftir mótframlagi frá vegagerðinni í uppbyggingu, til dæmis á hjólastígum, meðfram umferðarmestu stofnvegum og í sameiningu að óska eftir því á vettvangi SSH að ríki kæmi með sterkari hætti inn í rekstur almenningssamgangna. Þessi uppfærði samgöngusáttmáli núna felur í sér metnaðarfulla uppbyggingu á samgönguinnviðum og almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu allt til ársins 2040. Hann var uppfærður vegna aukins umfangs og mikilla almennra kostnaðarhækkana. Kostnaðaráætlanir hafa verið endurskoðaðar og gildistími hefur verið lengdur
7 ár eða til 2040 til að tryggja raunhæfan tímaramma fyrir undirbúning og fjármögnun. Allar lykilframkvæmdir eru þó þær sömu og áður þó breytingar séu gerðar á stórum verkefnum. Við þurfum að minna okkur á að þessi innviða uppbygging samgöngusáttmálans hagur fyrir alla landsmenn og felur í sér sameiginlega framtíðarsýn og heildarhugsun fyrir alla. Það líka mjög mikilvægt og stórt í þessum sáttmála að ríkið kemur inn með stóraukið fé til rekstur almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu sem og að veita framlög til orkuskipta. Já, við þurfum að einblína á það sem kemur okkur öllum til góða, en ekki karpa það hvaða framkvæmd á að vera fyrst í röðinni, hver á að vera númer 2 og 3 og framvegis, því allar þessar framkvæmdir koma okkur öllum til góða á einn eða annan hátt. Við þurfum að halda áfram að efla samgöngur og fjölga valkostum í samgöngum og gera þær greiðari. Það eru flestir, ef ekki allir, sammála því sem á ferðinni á háanna tíma í umferðinni. Útreikningar á samfélagslegum ábata af verkefnum samgöngusáttmálans benda til verulegs ávinnings vegna styttri og áreiðanlegri ferðatíma og minni umferðartafa sem og til bættri lýðheilsu. Og svona kannski til gamans að þá það inn í sáttmálanum, eins og flestir vita, að þar 100 kílómetrar af hjólastígum og búið að gera 20 eftir að gera 80 kílómetra og bara svona til að sjá það sjónrænt eða hugsa það að þá það svona svipuð vegalengd eins og héðan frá Reykjavík og til Hvolsvallar. Þannig að þetta nú aldeilis lýðheilsuverkefni þó svo að vissulega þarf maður að nota þessa stíga til þess að það verði lýðheilsuverkefni. En allavega stígarnir þurfa að vera til staðar og það það sem við verið að reyna að gera. Samgöngusáttmáli höfuðborgarsvæðisins telst samfélagslega hagkvæm fjárfesting og mikilvægi framkvæmda fyrir framþróun og velsæld samfélagsins mikil. Hættum að karpa, höldum áfram að efla samgöngur, styttum ferðatíman, minnkum tafirnar, aukum umferðaröryggi, bætum almenningssamgöngur, fjölgum hjóla- og göngustígum og ýtum undir og eflum vistvænar samgöngur. Því með því bætum við svo sannarlega lýðheilsun okkar og drögum úr kolefnisspori. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Bæjarfulltrúi Ásgeir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem hér upp undir sama máli, uppfærsla samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Það eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Höllu Karinum, þá búið að ræða þetta mál talsvert mikið í samfélaginu. Við erum svo sem ekki búin að ræða mikið það á vettvangi bæjarstjórnar Mosfellsbæjar og við erum svo sem ekki með það á hreinu hver afstaða til dæmis meirihlutans til sáttmálans og þau væntanlega ekki okkar, þannig að það hefur bara ekki komið fram og ekki verið rætt sem kannski pínlítið sérstakt. En það mjög ánægjulegt að það sé búið að ná samkomulagi hjá þessum aðilum sem standa þessum sáttmála uppfærslu á honum, þó svo að það eftir að samþykkja það í bæjarstjórnum hér á höfuðborgarsvæðinu. Það búið að samþykkja þetta í Reykjavík. Við erum númer 2 í Mosfellsbæ til þess að samþykkja þetta og undirskriftin sem var gerð með fyrirvara af öllum bæjarstjórum sem að þessu koma á borgarstjóra, hún var gerð með þeim fyrirvara að þetta samþykkt í bæjarstjórnum. Nú, ég ætla ekki að reifa sáttmálann sem slíkan, en mér langar samt sem áður að koma inn á nokkur mjög mikilvæg mál sem að við teljum að við þurfum að vera mjög vakandi fyrir og þurfum að ræða og sem að lúta að
hagsmunum Mosfellinga og Mosfellsbæjar. Það er jú okkar kjörinna fulltrúa að gæta fyrst og fremst að okkar hagsmunum og okkar bæjarfélags, þó svo að þetta náttúrulega skiptir máli ekki bara fyrir allt höfuðborgarsvæðið, heldur alla landsmenn. Nú, það er alveg eðlilegt í svona risastóru máli að það sé ekki allir sammála og það hefur svo sannarlega komið fram í þeim skrifum sem að hafa komið fram og umræðum, hvort sem það er í sjónvarpi eða annars staðar, að það er ekki allir sammála og það hefur ekki verið frá því að skrifa undir sáttmálann strax 2019. Það sem er jákvætt í þessu er það að við verðum að halda áfram með hennar sáttmála og hann er nefnilega að rjúfa þá kyrrstöðu sem að varð og hefur verið í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu í áraraðir og það er einnig mjög ánægjulegt að í uppfærslunni kemur ríkið með aukið fjármagn inn í verkefnið og það mun taka þátt í rekstri félags almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Það er aftur á móti bæði þegar kemur að skipulagsmálum og einnig þá kannski fjárhagslegum útreikningum þessa sáttmála sem að við þurfum og eigum að rýna mjög gagnrýnum augum vegna þess að þetta eru stóri peningar og þetta er til langs tíma og það að það eigi ekki verið að karpa hvað kemur númer 1, 2 og 3, það er mjög eðlilegt að það sé gert vegna þess að það skiptir gríðarlega miklu máli. Við gerum bæjarfulltrúar og D-lista hér í Mosfellsbæ athugasemdir og fyrirvara varðandi uppfærsluna á þessum sáttmála, einkum hvað var það forgangsröðun verkefna í honum og þá varðandi skipulagsmál og einnig kostnaðaráætlun. Það er hægt að segja, og ég nefndi það hér í fyrri umræðunni, það er hægt að segja að það hafi orðið viss forsendubrestur á sáttmálanum frá 2019 þegar að við horfum til þeirra miklu meiri aukningar sem hefur orðið í umferð frá því var spáð í þeim sáttmála og þá fólksfjölgun á höfuðborgarsvæðinu og á þeim frestunum á verkefnum sem hafa orðið á framkvæmdum sáttmálans frá því það var skrifað undir hann 2019. Það sem er líka að fara kannski mest í taugarnar á, við getum sagt einhverjum bæjarfulltrúum og borgarfulltrúum hvað þetta varðar, af því við eigum náttúrulega að vera öll í sama liði varðandi hennar sáttmála. Þetta skiptir okkur öll máli, þó svo að við séum að hugsa hvert sig hvað kemur okkar bæjarfélagi best, að þá skiptir þetta okkur öll saman máli og við eigum að vera sem mest í sama bátnum í þessu. En það sem skiptir máli í þessu sambandi, þegar við tölum skipulagsmál, að það er að mörgum hefur fundist að Reykjavíkurborg hafi farið langt út fyrir það sem var rætt í aðdraganda sáttmálans 2019, varðandi það að þrengja að einkabílnum í Reykjavík. Og það er skipta skoðanir það, en þessi sáttmáli sem var skrifað undir 2019, hann átti að greiða fyrir umferð almenningssamgangna, gangandi og hjólandi og líka einkabílsins. Margir hafa haldið því fram sem eru andstæðingar þessa skipulagsverkefni á Reykjavíkurborg, að þetta sé verið að gera til þess að hreinlega vera að ýta fólki inn í almenningssamgöngunar. Ég er þeirra skoðanir að það sé ekki rétta leiðin. Við þurfum að gera almenningssamgöngunar það aðlaðandi og þjónustustigið sé það hátt og þau hafi þá greiðari aðgang til þess að komast í gegnum umferðina heldur en þá kannski einkabílinn, þannig að fólk velji það. Og það er það sem þetta snýst Frestunin, hún skiptir okkur gríðarlega miklu máli, þó svo að það sé talað að frestun borgarlínu 7. áfanga sem tilheyrir okkur, að hún sé ekki að tefjast með að það sé búið að lengja í sáttmálanum. Við þurfum að horfa á það mjög raunsæjum augum og ég held að það sé ekkert svartsýniskjal að miðað við forsendurnar og miðað við söguna frá því að skrifa undir sáttmálan 2019 að þá tel ég mjög óraunhæft að áætlanir varðandi verklega framkvæmdir sem að koma þá til með að skapa betri og umferð úr Mosfellsbæ til og frá Mosfellsbæ til dæmis, að þær verði ekki tilbúnar á þeim tíma sem getið er í þessum sáttmála. Ég held að við verðum bara að líta raunhæft á það vegna þess að það sem að hangir á spýtunni þar, það eru gríðarlega stór verkefni sem er þá uppbygging til dæmis Keldnalands, það er uppbygging Blikastaðalands, það er uppbygging á Sundabraut sem er ekki einu sinni inn í þessum samgöngusáttmála en hún er algjört lykilatriði varðandi umferðina hér fyrir okkur og eins og hefur áður komið fram
hér í umræðum að þá það akkurat svo tengingarnar á Sundabrautinu sem að skipta okkur Mosfellingar þá sérstaklega hér uppi á Álfsnesi. Það ekki eins og búið að ákveða hvar hún á að koma í Reykjavík og hún á að tengjast þar. Þannig að bara þessi staðreynd, hún segir okkur það að þetta kemur til með að tefjast meira heldur en gert ráð fyrir í þessum samningi. Síðan getum við rætt það varðandi þetta að þessi staðreynd og það að það sé ekki verið að fara í kannski framkvæmdir sem að margir vildu hafa séð fyrir eins og misla gatnamót og bústaðavegi og fleira. Ljósastýring, tæknivædd ljósastýring sem að búið að bíða eftir lengi og ég skil ekki af hverju ekki farið í. Ég horfði fyrst á eitthvað sem að skipti máli í þessari tæknivæddu ljósastýringu þegar maður var að fylgjast með Ólympíuleikunum 2012 í London. Þá voru þeir að beita þessu með mjög góðum árangri. Það er búið að lofa þessu af hendi Reykjavíkurborgar til dæmis í mörg ár. Það er ekkert að gerast í þessu. Þetta væri hægt að bregðast við með mjög skömmum tíma og það myndi skipta mjög miklu máli þegar það kemur að auknu flæði í umferðinni. Tæknivædda ljósastýringin í Reykjavík, það eru 2 gönguljós á Miklubraut sem eru nánast sjálfvala á morgnana og allan sólarhringinn, sérstaklega við Tónabæ. Þau blikka rauð allt í einu án þess að nokkur að labbiðu götuna og þetta tefur umferðin náttúrulega ómælt og þetta er náttúrulega algjörlega með ólíkindum að þessi 2 gönguljós séu ennþá við líði vegna þess að þó að sé smá spotti að þá er undirgöng rétt þarna fyrir neðan og fyrir ofan Miklatún. Þannig að þetta skiptir verulega miklu máli fyrir okkur og þetta kallar á varðandi þessi mál að mínum mati að við þurfum og hefðum átt að gera það og hefðum átt að kannski fá að sjá þessar forsendur áður en að skrifa undir þær. Það tók nú tæplega 1,5 ár held ég að uppfæra þennan samning þannig að það hefði kannski mátt gefa nokkrar vikur í viðbót þannig að við kjörnir fulltrúar sem eigum að taka ákvörðun um þetta hefðum fengið að sjá hvað var í pakkanum og komið þá kannski með nokkur góð heilræði til þess að koma með inn í þetta vegna þess að þetta skiptir algjörlega höfuðmáli að horfa á þetta raunsætt vegna þess að ef ekkert verður gert meira heldur en kveðið á í þessum uppfærða sáttmála varðandi að bregðast við umferðinni og þeirri auknu umferð sem við komum til með að sjá á næstu árum, 3, 4, 5 árum, áður en að nokkuð af þessum framkvæmdum verður komin í gagnið, það verður algjör katastrófa. Þess vegna þarf að þrýsta á að það verði farið í bráðaaðgerðir í að liðka til fyrir almenningssamgöngum, strætó og ljósastýring og við þurfum bara að vera mjög opin að mínum mati og við munum tala fyrir því á næstu misserum. Við þurfum að vera mjög opin fyrir því á næstu árum hvort að það sé hægt að bregðast við á þessum mestu annatímum til þess að liðka fyrir umferðinu og þá þurfum við að fá alla borðinu, skólasamfélagið, stofnanir, fyrirtækin og þá er ég til dæmis að tala að við reynum að dreifa álaginu meira á morgnana og seinnipartinn með því þá að opna skólana á ennþá meiri á vondumáli flexible tíma og þá einnig varðandi fyrirtækin og stofnanir þar sem það er hægt vegna þess að það er mín skoðun að ef ekkert verður að gert að þá erum við bara komin hér í algjört kaos eftir 3-4 ár og ég endurtek það er áður en eitthvað þessum framkvæmdum verður komin í gagnið og við verðum bara að horfa það mjög raunsætt. Síðan þegar kemur að fjármagninu að þá vissulega hækkaði sáttmálinn langt umfram vísitölu en það er ekki búið að bæta við hann göngum bæði fyrir á Sæbraut og á Miklubraut og hann kostar núna 311 milljarða en það segir sér sjálft að þessi sáttmáli hann á eftir að fara í gegnum fleiri uppfærslur bæði varðandi tímalínu, varðandi kostnað og væntanlega skipulag. Þannig að við þurfum á næstu misserum að vera mjög vakandi fyrir því að tala þessi mál raunsætt og að því við eigum að vera ófeimin við það. Þó við séum að berjast fyrir okkar sveitarfélagi að þá þurfum við að vera raunsæ í því að
mínum mati allavega, þessi tímalína og þetta með þessa frestun á framkvæmdum sem er orðin í þessum sáttmála, að það gengur hreinlega ekki upp með áætlanir. Aftur aðeins varðandi kostnaðinn, það er auðvitað gríðarlega hækkun sem er orðið á þessum kostnaði, en ef við tökum þann kostnað sem að sveitarfélögin ætla að greiða í þetta á næstu ári og fram til 2040, þó það séu miklu peningar, þá er samt svolítið skrítið að segja að það eru kannski ekkert svo rosalega miklu peningar. Og síðan eru menn að rífast það og menn, eins og það hafi séð í skrifum, menn eru mjög ósammála varðandi ábatan í þessu, hversu mikill hann eða hversu lítill hann hvernig hann reiknar og svo framvegis. Peningar skipta mjög miklu máli í þessu sambandi. En grundvallar atriðið í þessu að mínu mati, það skiptir ekki höfuðmáli hvort að við fáum 3 krónur fyrir hverja eina sem við setjum í sáttmálann eða hvort við fáum 2 krónur eða 5 krónur eða hvað. Grundvallar atriðið er þetta, ef að þessi sáttmálun er ekki fram að ganga og tímalínan haldist eins mikið eins og gert ráð fyrir honum, að þá þurfum við ekkert að spyrja leikslokum. Þannig að ábatinn sem slíkur, það er mjög gott ef hann er eins mikill eins og reiknað út, en það skiptir ekki máli. Við höfum ekkert val. Það er búið að vinna mjög mikla vinnu í þessu í langan tíma af fagfólki, bæði hér heima og erlendis, þannig að við þurfum að sjálfsögða að halda áfram með þennan sáttmála. Næstu skref er það að það þarf öll sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu eins og ég sagði áðan til þess að samþykkja sáttmála. Þá einfaldlega eftir að koma í ljós hvort að það muni ná fram að ganga. En hvort sem það verður ekki, eða ekki, að þá mun ég allavega og við bæjarfulltrúar hér í Mosfellsbæ viðra okkar hugmyndir, við kollega okkar hér á höfuðborgarsvæðinu, alveg sama hvar í flokki þeir eru, til þess að draga fram þessar hugsanir okkar og þessar áhyggjur okkar, bæði hvað varðar þá skipulagið og hvernig við getum hugsað út fyrir kassan til þess að bregðast við á næstu misserum og árum sem er nauðsynlegt að gera til þess að dæmið gangi upp. Við munum leggja fram tillögur það og taka hérna samtalið og ég vona það svo sannarlega að við getum sammælst það hér bæjarfulltrúar í Mosfellsbæ að vera saman á því vagni vegna þess að ég er búinn að heyra í fjölmörgum kollegum okkar í hinum sveitarfélögunum og það er reynda bara Reykjavík sem er búinn að samþykkja þetta núna og eins og þið vitið þá var heilmikil óeining í minnihlutanum þar og þá innan Sjálfstæðisflokksins og menn hafa verið að núa borgarfulltrúum því nasir. Því má til að haga að halda að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins þeir kusu á móti samningnum 2019 og þeir gerðu það allt flestir núna. Einn sat reyndar hjá og einn kaus með og menn eru að tala um að það sé einhver óeining en það er þannig að í Sjálfstæðisflokknum og vonandi sem flestum flokkum að þá má fólk fara til sannfæringu sinni og við einfaldlega eigum að gera það sem kjörnir fulltrúar og sannfæring þessa fólks var með þessum hætti. Síðan kemur í ljós hvað gerist í öðrum sveitarfélögum en hvort sem þetta verður samþykkt á öllum sveitarfélögum ekki að þá þurfum við að huga betur að þessari umræðu. Við munum samþykkja þessa uppfærslu á þessum sáttmála hér í dag en gerum þessar athugasemdir sem ég hef reynt að reifa hér og munum halda áfram að koma með tillögur og skapa umræðu það sem mögulega betur mætti fara og það sem þurfti að rýna betur til þess að við lendum í sem minnstum umferðartöfum á næstu árum þangað til þessar fínu stóru framkvæmdir verða allar komnir í gagnið. Takk fyrir. Takk fyrir það bæjarfulltrúi. Bæjarfulltrúi Dagný, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, ég kem hér upp undir sama lið, seinni umræðan samgöngusáttmálann. En eins og sennilega allir hérna, þá hef ég hlustað á þætti, lesið greinar og rætt í fólk síðustu vikur og svona verið að velta öllum, hvað maður segja, öllum endum og kontum að þessu sáttmála fyrir mér. Ég vil halda til haga að það er margt mjög gott í þessu sáttmála og ég held að allir kjörnir fulltrúar höfuðborgarsvæðisins séu sammála mikilvæga verkefnisins og sammála það að þessar framkvæmdir séu nauðsynlegar.
En svo hefur fólk margvíslega skoðanir á aðferðafræðinni, vinnunum við undirbúninginn, forgangsröðun, hvað kemur fyrst og hvað kemur svo. En ég vil fá að nefna líka að það finnst mér eiginlega eðlilegt kannski í ljósi þess að við fengum ekki að ræða málin að kynna okkur hlutina áður en undir sáttmálanum var skrifað. Og mér finnst það eiginlega bara svolítið miður að það hafi verið þannig. Samgöngusáttmálinn er samvinnuverkefni ríkis og sveitarfélaga, en þó sáttmálinn sé samvinnuverkefni að þá er það okkar ábyrgð sem stöndum hagsmuni sveitarfélaga að muna það að færslur eða sameiginleg verkefni þessara tveggja aðila, þau hafa ekki alltaf farið vel. Og þá stundum þannig að við höfum upplifað að það sé þá sveitarfélögunum í óhag og við getum bara rætt færslu grunnskóla á sveitarfélögunum málefni fatlaðs fólks, svona sem dæmi. Í máli bæjarstjóra á síðasta fundi kom fram að hafist er í handa við Sundabraut árið 2026. 2026 kemur eftir 15 mánuði og það er líka ágætt að kannski að þegar maður er til að rifja upp að Sundabraut hefur verið á samgönguáætlun frá 2014 og hefur ekki mikið fengið haggast þar. En fyrir stuttu var kynning á stöðu því verkefnis í umhverfisnefnd og þegar maður skoðar gögn málsins þá eiginlega kemur það ljós að það er nú bara ansi margt eftir og þá má nefna útboðsferlið, deiliskipulag, það áttu að semja við landeigendur og lóðahafa, það áttu að og verkhanna verkið. Þannig ef þetta allt að nást á næstu mánuðum og á næsta ári þá tel ég vegagerðina góða. Ef hún að fara ná því þannig að verkið geti hafist 2026. Þannig ég held að var nú raunhæfara að horfa á kannski 2028-2030 í svona stóru verki. Eitt af því sem hefur verið nefnt mikið er fjármögnun verkefnina og nú fyrir helgi birtist til dæmis grein í Morgunblaðinu sem Svana Helen Björnsdóttir skrifaði, hún er formaður Verkfræðingafélags Íslands. Hún veit nú aðeins hvað hún er að tala, hún er líka kjörin fulltrúi á Seltjarnarnesi. Og með leyfi forseta og mig langar með að fá að koma með smá úr þeirri grein. Hún segir til dæmis fjármögnun verkefnanna er forsenda þess að sveitarfélög og höfuðborgarsvæðinu geti með góðri samvisku axla fjárhagslega ábyrgð á sáttmálanum. Og síðar segir hún að rekstur sveitarfélaganna sem bera eiga þessar fjárhagslegu skuldbindingar, reksturinn er þegar í járnum. Og það er spurning hvort að þau ráði þann auka kostnað sem að getur hlotist af sáttmálanum. Og tilvitnun lýkur hér og þetta er náttúrulega það sem við þurfum bara í þessu okkar sveitarfélagi bara virkilega að vera tánum yfir. Ég hefði til dæmis viljað fá að spyrja því svona fyrir undirritun, hvað eigum að gera ef að, hvernig ætla að vinna það ef að svo stað kemur upp og þurfum að fara inn með fjármagn. Og það er kannski framkvæmdir siglaði strandist og kostnaður eykst. Vegna þess á sama tíma og þessi framkvæmd að vera í gangi þá erum við að vinna á Blikastaðalandi og það verður sveitarfélögunum mjög dýrt og við þurfum sem kjörnir fulltrúar að hafa það á bakvera hvernig ætlum við að vinna það ef svo staða kemur upp því þá erum við mjög fljót að koma okkur í vandræði og þetta er eitthvað sem að við höfum átt að hafa tækifæri til að velta upp fyrir undirritun því að þetta er náttúrulega okkar sameiginlegu hagsmunir og sameiginlega verkefni. Og líka ef við horfum á það að ef við horfum bara skuldir bæris, það er að aukist undanfarnum árum og við viljum kannski ekki auka meira en við nauðsynlega þurfum. Við þurfum líka að velta fyrir okkur, hvað finnst okkur það fari framkvæmdir á Blikastöðum, Korputúni, Helgafellslandi með tilheyrandi fjölgun íbúa og aukinni umferð. Ef við erum ekki að fara í neinar umferðarbætur, við vitum að það er ekkert að gerast í umferðarbótanum sem slíkum á næstu 8 ára. Og hvað ætlum við að segja ef eitthvað kjósendur þeir fara að ræða þetta við okkur? Þannig að þetta er svona vangaveltur sem ég hefði svo mjög gjarnan viljað að hafa átt sér stað áður en það var undirritað. Það sem er eitt markmið verkefnisins sem er gott, það er að auka fjölbreytni og valkosti í því fólk komast á milli staða. En við getum náttúrulega ekki breytt venjum samfélagsins á næstu árum ef að það eiga allir að sitja fastir. Þannig að við þurfum svolítið bara að hugsa hvernig á að breyta menningunni, hvernig getum við að byrja á því. Og það tekur langa tíma, við vitum það að þetta getur tekið bara mannsaldur að koma svona breyttir hugsun í samfélagi gegn. En ég er alltaf þeirra skoðunar að ef við haft tækifæri því að ræða þetta fyrir undirritun þá hefðum við getað bent á hvað við sjáum í okkar samfélagi. Við höfum getað komið okkur til þess saman og leiður og hugmyndir. Ég hugsa að við höfum talað okkur niður á einhverjar hugmyndir.
Þannig að mér finnst, það eitthvað sem mér finnst það bara miður. Ég viðraði það líka á síðasta fundi að ágera hagsmunum okkar íbúa því við sækjum okkur umboð til þeirra. Á næsta ári talað um það strætó fara að keyra örar og það gott, en á sama tíma að þá setur fólk lengur umferðinni og fólk sér kannski ekki hag sinn í því að fara að taka strætó þegar þú ert jafn lengi á leiðinni. Þannig að ég hefði mjög gjarnan viljað sjá meiri áherslu lagð á okkar hluta höfuðborgarsvæðisins og að það hefði verið að flagga okkur málstað. Ég benti til þess á það á síðasta fund að telari Vegagerðin og Úlfarsfelli komin í 36.000 bíla á dag afsakið, það sem afur þessu árið ekki búið. En samkvæmt gögnum sem ég var að skoða hjá Vegagerðinni gert ráð fyrir 48.000 bílum Úlfarsfell árið 2040. Við verðum komið þangað mikið fyrr. Þannig að það er þessi umræða sem ég hefði svo gjarnan vilja að við hefðum getað tekið. Við ræddum þetta í okkur og við fórum alltaf fyrir okkur hvað getum við gert. Og við teljum að hægt sé að leggja til breytingu sem stuðli að breyttum ferðavenjum fólks. Og í stað þess að reka lestina, það getur verið brautryðjandi. Og við munum samhliða þessar umræðu leggja fram tillögu í bæjarráði að gera breytingar sem getur komið Mosfellingum til góða. Það er að breyta leið 15 í borgarlínu, strætó, bara sem maður hægt að gera strax upp á áramótum. Þannig að leiðið fara úr Háholti út á Vesturlandsveg, stoppuð í Lágafell og farið þaðan bara beint í bæinn. Samhliða var hægt að innleiða innanbæjarstrætó og þetta þá hvatning til okkar fólks að nota strætó, fólk sé hag sinn að ferðast með almenningssamgöngum. Þannig komum við af stað hugarfarsbreytingum sem að við þurfum ekki að bíða eftir, að byrja eftir 8 ár. Við getum verið komin á svo undan, þannig að við getum verið fann að vinna í haginn. Og það má kannski benda það líka íbúar hafa kallað eftir innanbæjarstrætó, til dæmis íbúafundi í Legarði sem haldið fyrir rúmu ári síðan og svo hefur þetta líka verið þessi ávarpafundi ungmennaráði. En það var eitt sem að ég var svolítið hissa á sunnudaginn. Það var þegar hlusta á borgarstjóra ræða sáttmálann á Spenningarsandi. Hann var spurður hvað myndi gerast ef eitthvað sveitarfélag myndi hafna samningum. Og hann sagði svona eitthvað á þá leið að ef einhver verður ekki með, ég geri ráð fyrir að það sveitarfélag sem segja sig úr samstarfi höfuðborgarsvæðinu þá rekstri strætó og SSH. Og mér fannst þetta, ég sagði bara, erum við í alvörinu á þessum stað? Og við borgarstjóra og aðra sem að ganga með þessar hugmyndir í maðurinn vilja bara benda á að það hendir engin neinum út. Það bara virkar ekki þannig og þá er fólk að vita að lesa til stoppsamningu strætó og sveitarstjórnarlög. Þannig að það allir sé ekki stoppsamningu strætó og að það sé einhver option þar að henda einhverjum út. Það er bara að fólk getur farið út sjálfviljugt en hitt er ekki á blaði. En mér finnst þetta ekki auðvelt. Mér finnst þetta stórt verkefni, þetta mikilvægt verkefni. Við viljum öll betri samgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Við viljum vera fljótari í úr vinnu. Og við sem að hér sitjum, við þurfum að tala máli okkar fólks. Það er bara einn okkar hlutverk. Það eru hlutir í sáttmála sem eru skýrir og það eru hlutir sem eru það ekki. Og eitt til dæmis tímalengdin, því að við vitum ekki, svo fram kemur svolítið skýrt í sáttmálanum, bara hvað verður, óvissu þættirnir, bara hvað verður á 2035. Og það er alveg rétt sem er komið það fram, og þeir kom líka fram á kynningum undir Bæjarráðs, þetta verður endurskoðað. Þetta er ekkert síðasti sáttmála, síðasti uppfærsla sem verður gerð. Við vitum ekki hvað áskorunar eftir að mæta okkur í þessum verkefnum. Þannig að það vantar ennþá kannski svolítið greiningu á því hvað gæti mögulega verið að gerast. Mér finnst líka óþægilegt að samþykkja sáttmála sem hefur svona marga anga og það er ekkert alveg ljóst svona í hverju þeir felast allir. Mér finnst líka óþægilegt að samþykkja sáttmála sem gefur okkur úrbætur eftir 8 ár í fyrsta lagi ef við erum heppin. Borgarlínan, ef við erum síðast í rauninni angi þá er svo margt þetta að gerast á undan og við veitum að Sundabrautin verður líka, það er ekkert bara líklega nýtt að hún verður ekki tilbúin. Þannig að þetta, já, þess að segja bara, mér finnst þetta bara erfitt. Og mér langar eiginlega bara svolítið að fá að enda þetta eins og ég byrjaði. Sáttmálinn er margt góður, verkefnin eru brýn og við erum sammála um það. Það hafa vaknað spurningar marga þætti sáttmála sem ég hefði mjög gjarnan vilja fá samtal fyrir undirritun. Og þegar maður svona horfir tilbaka og Ásgeir Hjónsson Bæjarfellur kom inn á það áðan, þá höfum við sem hópur kannski lítið rætt þetta. Þannig að við höfum þurft að gera það með hagsmuni okkar sveitarfélags að leiðarljósi.
Takk fyrir mig. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Bæjarstjóri hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar kannski svona aðeins í upphafi að minna á að þarna var að ræða uppfærslu á sáttmála sem var samþykktur hérna árið 2019. Ég átta mig ekki alveg á hvernig vinnan var. Mér hefur verið sagt að það hefur verið gert með nákvæmlega sama hætti. Þetta svona svipað og í kjarasamningum. Það eru samninganefndir sem eru lokaðar inni og síðan er samið og farið með málið út til félagsmanna og það er sem sagt kosið það. Þannig þetta er svona í mínum huga eitthvað svipað. Ég skil hins vegar mjög vel þessa þörf og löngun til þess að ræða þessa hluti og ég vænti þess að það hafi verið gert í aðdraga samningsins á 2019. Vegna þess að það var verið að karpa krónur og aura, fyrst og fremst ríkið. Ríkið hélt, við vorum að sækja á og ríkið hélt svona í kringu ramman þetta verkefni og allur trúnaður og annað sem var það að vera þetta að þar voru við semst bara inni í þessu fyrirkomulagi en við erum búin að hafa mjög góðan tíma núna til þess að ræða þessi mál einhverja 4 vikur minnstakosti en ég minni á það að þetta er uppfærsla samnings sem var samþykktur árið 2019. Mér langar að benda á það líka að fjárfestingarnar fyrir sveitarfélögin inn í þessum samningi eru 2,5% af fjárfestingum sveitarfélagana á ári. 2,5% fyrir inn í samgöngusáttmálann. Þannig að þetta er aðeins lítið brot af því sem við sveitarfélögin erum að setja inn í fjárfestingu. Strax á næsta ári fáum við 3 milljarða inn í almenningssamgöngur í staðinn fyrir 1 og strax á næsta ári þá fáum við 6 milljarða frá ríkinu inn í fjárfestingar í staðinn fyrir 2 milljarða. Þannig að fyrir sveitarfélögin þetta ávinningur, fjárhagslegur ávinningur að hafa náð svona langt gagnvart ríkinu. Það er hins vegar mjög viðkvæmt að segja það opinberlega sem við erum með viðsemjanda sem hélt spilunum þétt að sér og ríkiskassanum en við teljum að við höfum náð býsna góðum árangri, ekki síst þegar kemur að strætisvagna samgöngum og svo vil ég líka árétta það að það er ríkisábyrgð á þeim lánum sem betri samgöngur þurfa hugsanlega að taka. Þannig að ríkið ber ábyrgð á þeim lántökum. Það er allavega, það er marg sagt í mín eyru og í forsendur sveitarfélaganna fyrir þessum samningi að það þá ríkisábyrgð á lánum. Hins vegar er erfitt að spá framtíðina og maður hefur bara þau gögn sem maður er með í höndunum og við erum að tala til ársins 2040. Það er býsna langt fram í tímann og ég auðvitað þegar við erum að ræða eins og Sundabrautina þá fer ég að sjálfsögðu inn í gögn vegagerðarinnar og það áætlanir sem eru þar en það er alveg rétt eins og bæjarfulltrúin Dagný Kristinsdóttir nefndi hér áðan, það verður oft töluverð seinkun í svona framkvæmdum og ekki ætla ég að standa hér og lofa fyrir hönd vegagerðarinnar. Ég verð bara að byggja á þeim gögnum sem við höfum fyrir framan okkur. Það sem mig langaði að benda á, það er yfirlýsing og hún meðal annars og hún ætti að fanga hluta því sem þið bæjarfulltrúar hafa verið að ræða hér núna og það var gerð yfirlýsing með samgöngusáttmálanum með leyfi forseta, ég fæ að lesa hana upp. Yfirlýsing sameiginlegan skilning varðandi framkvæmd samkomulags skipulag og fjármögnun uppbyggingar á samgönguinnviðum frá 27. september 2019 með viðaukum. Lögð verði áhersla á eftirfarandi verklag og meginreglu til að efla gagnsæi, skilvirkni og traust á framkvæmd samgöngusáttmálans.
Fyrsta grein, ábatagreiningu skal beitt við val á lausnum og kostnaðar og hagkvæmnissjónarmið ráða för til að tryggja besta nýtingu fjármuna. Í öðru lagi, horft verði til þess að hámarka umferðarflæði þar til framkvæmdum sáttmálans lokið. Í þriðja lagi, Betri samgöngur OHF bera ábyrgð á því að upplýsa kjörna fulltrúa á Alþingi og sveitarstjórnum framgang sáttmálans og stöðu einstakra verkefna þegar eftir því óskað en að lágmarki árlega. Í fjórða lagi, Betri samgöngur munu stofna til samráðsvettvangs framvindu verkefna og framkvæmdaáætlun sáttmálans, með því að tryggð nauðsynleg aðkoma kjörinna fulltrúa og tækifæri til umræðu. Í fimmta lagi, gefinn verði kostur á að koma að athugasemdum útfærslu áætlana og verkefna áður en verkefni komast á framkvæmdastig og í sjötta lagi, endurskoða skal verkefnasafn sáttmálans reglulega. Þessi yfirlýsing var gerð bara rétt áður en að það var skrifað undir sáttmálann, meðal annars til að mæta þeirri gagnrýni sem hefur komið fram það að kjörnir fulltrúar bæði í sveitarstjórnum og á þingi vilji koma meira að einstaka umræðum einstaka framkvæmdir og tryggja það að það verði skoðað á þessum tíma, þessum langa tíma sem að samningurinn á að taka gildi, sem að samningurinn á að gilda alveg til 2040, að það sé sífellt verið að endurskoða þessi verkefni með það í huga að ná betra flæði, að ná sem bestum árangri fyrir okkur öll. Þannig að ég vildi koma þessar yfir, það svo mörg gögn sem fylgja samgöngusáttmálanum, það hætta á að þetta plagg týnist, en þetta gríðarlega mikilvægt til þess að tryggja aðkomu kjörinna fulltrúa. Takk. Takk fyrir það, bæjarstjóri. Bæjarfulltrúi Valdimar, kjörsu. Forseti, bæjarfulltrúar. Hér erum við komin og ræðum samgöngusáttmálann einu sinni enn. Við höfum rætt hann frá því að allt síðasta kjörtímabil og þetta líka. Ég vil nú byrja því að segja að ég fylgjandi þessum sáttmála og vona það að við verum gæfi til þess að samþykkja hann öll hérna í kvöld, eins og mér heyrist við alla að gera á mestu leyti. Ég ætla að taka undir orð Ásgeirs sem ég held hann hafi átt við hérna áðan, að það þyrfti eiginlega að flýta mörgum hlutum í þessum sáttmála. Við þurfum að gera meira ef við skilum það rétt og ég ætla að taka undir það. Það sem gott í þessum sáttmála fyrir okkur, bara að við horfum á hagsmuni Mosfellinga, að þarna eru almenningssamgöngur auknar. Það ekki verið að tefja línuna til okkar í Blikastaðaland, þó að annað kannski tefjast eitthvað. Það gert ráð fyrir Sæbrautarstokk sem mikilvægt til að fyrir Sundabrautinu. Það er svona örlað á þeirri hugmynd að þessi sáttmáli sé einhvern veginn til höfuðs einkabílum. Vegna þess að í honum verið að láta 42% í borgarlínu. Það sem góða við þennan samning það að það jafnvægi í honum. Það heildarhugsun, það framtíðarsýn sem að öll sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu standa að. Það jafnmikið til almenningssamgangna, það jafnmikið til einkabílsins, það 13% sem mjög mikið til til hjólreiðastíga og göngustíga og svo 3% til að auka flæði bílaumferðar með umferðarljósastýringu og öðru. Og þetta tæpast árás á einkabíl. Það að setja allt fjármagn í umferðarmannvirki felur í sér að við fáum borg sem við kannski viljum ekkert fá. Við fáum borg þar sem mikið af umferðarmannvirkjum. Já, takk.
og er hugsuð út frá þörfum einkabílsins. Frá því 2019, þegar við samþykktum fyrri sáttmála, þá hafa bæst við 16.000 bílar eins og það komið fram. Sko, hér er verið að ræða kostnað við þennan sáttmála. Bæjarstjóri bent á að þetta er 2%, eða rúmlega 2% af fjárfestingum sveitarfélaganna á þessum tímabili. 2%. Þetta er líklega einn arðbærasta fjárfestingi sem við getum farið í. Fyrir þetta Sundabraut kannski, en við ætlum að fara í það líka. En 16.000 bílar, hvað kostar þeir? Hafið þið pælt í því? 5 milljónir króna bíllinn, þetta eru 80 milljarðar sem hefur verið búin að nota til þess að kaupa 16.000 bíla fyrir 21.000 manns. Við höfum fjölgað 21.000 og keypt 16.000 bílar. Önnur tala sem við getum nefnt, sko, 16.000 bílar. Hvað kostar bílastæðin í bæ? Það kostar 8 milljónir cirka að búa til bílastæði við götu. Það kostar 25-30 milljónir að grafa bílastæðinir í jörðu. 25-30 milljónir, 20 milljónir, 16.000 bílar eru 320 milljarðar, bara bílastæði. Þetta eru tölur sem við erum eiga við. Það er einfaldlega ekki framkvæmanlegt að ef okkur ætlar að fjölga, sem við getum náttúrulega bara sleppt í, ég veit ekki, en hérna, að þá er þetta raunveruleiki sem blasir við okkur. Bílastæðahús og fleiri akreinar. Það er ekki spennandi, bara alls ekki. Og hérna, og hugsið ykkur, það verið að segja að frá þessum tíma hafi verið reglulega árásir á einkabíl. Við lítum í kringum okkur, við sjáum fjölga, allir taka þann valkost að kaupa bíl vegna þess að hinir valkostur er ekki fyrir hendi. Og það er það sem þetta snýst að búa til það frelsi fyrir okkur að geta valið. Geta valið eitthvað annað heldur en að sitja í einhver umferðarteppu á leiðinni í bæ eða úr bænum. Það er frábært að búa í Mosfellsbæ. Það er bara leiðilegt að fara þangað og koma það. Og það þurfum við að laga. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Bæjarfulltrúi Ásgeir, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar. Ég kem upp undir þessu sama máli, annað sinn. Bara rétt að árétta hérna nokkur atriði. Við erum nokkuð sammála flest allt sem lítur að þessu máli. Og við erum, meira að segja ekki bara við hér heldur aðrir bæjarfulltrúar, við erum sveitarfélögum. Við erum ósammála það hvað það er vissulega jafnvægi í prósentum hvað ég er miklu í mannvirki fyrir bíla og í almenningssamgöngur og síðan koma hjólastígarnir og það. Það sem við erum ekki sammála og kannski það sem þá er ég að horfa til næstu ára áður en að þessar framkvæmdir komast í gagnið. Það er hvernig okkur mun ganga í bílaumferðinni þangað til. Við getum kannski ekki talað árás á einkabílinn, en það er samt sem áður þannig að í undanfarin ár og í þeim verkefni sem eru framundan varðandi skipulagsmál sem lúta það mest að Reykjavík. Reykjavík hefur svo stórt og mikið vægi í þessu þegar hún er svo stór og við pökkum okkur í kringum hana. Að það eru uppi áform sem að munu þrengja verulega að einkabílnum og það sem mun gerast áfram allavega þangað til að vera komnar hágæða almenningssamgöngur sem að eru þá með forgang og eru þá auðveldar að komast bæinn heldur en einkabílnum, þá kannski fer honum að fækka, en það er langt þangað það gerist. Það eru til dæmis uppi hugmyndir, ég veit ekki hvort að þær munum eða það framkvæmd, að það er að taka sitthvora akreinina Gullinbrúnni í Grafarvogi til þess að koma fyrir borgarlínu. Ég vona svo sannarlega að það verði ekki, vegna þess að það myndi þýða að það myndi aukast verulega flæðið úr Grafarvogi hérna upp á Vesturlandsveg. Það myndi bara vera mjög slæmt fyrir okkur. Við þekkjum ótal dæmi
þrengingar og annað í Reykjavík. Nýjasta dæmið til dæmis niður á Kleppsmýravegi sem þannig á Húsasmiðjunni, þar sem var tekin inn beygjuakrinn af. Hagaðilar voru miklu sambandi við Reykjavíkurborg í síðastliðin vetur og vor það að mótmæla þessum aðgerðum vegna þess að það skildi enginn af hverju var þetta að gera þetta. Það var vísað til einhverju öryggismála og það var farið mörg ár aftur í tíma varðið slys og menn bara skildi ekki þessa framkvæmd. Það sem gerðist var það var ekki haft neitt samráð við þessa hagaðila, þetta var framkvæmd og það sem búið að gerast það að það öngþveiti þarna, alla seinniparta og líka á Holtavegi, þessum gamli hvað heitir gamla verslunarmiðstöðin þar? Holtagarðar eru. Það er komin ein beygjuakrein, það sem gerðist var nýja Vogahverfið, það uppfylltist af umferð á háannatíma, bæði á morgnana og kvöldin og ekki síst af stórum flutningabílum sem eru frá báðum skipafélögum til dæmis og öðrum flutningsaðilum þarna. Íbúum þar til mikillar armæðu og mikil óöryggis, síðan var lengt aðeins í umferðarljósuna á Kleppsmýraveginn sem gerir það verkum þá ennþá lengur rautt ljós á Sæbrautinni sem þýðir ennþá meiri tafir þar og svo sett beygjuljós á þennan Kleppsmýraveg sem logar svona, ef það logar, þá logar það svona í 5 sekúndur. Ég held stundum að ég sé í falinni myndavél þegar ég er að keyra þarna vegna þess að það skilur þetta enginn. Það er þetta sem við erum að tala um. Sjúkraflutningamenn og bráðaliðar, þeir grátbáðu borgaryfirvalda og við ekki með þessar þrengingar til dæmis á Hálendisbrautinni vegna þess að þeir eiga mikið undir að komast þar fljótt og vel bæði niður á Borgarspítala og Landspítalann. Það var gert og það skilur engin tilganginn í því, saman með Grensásveg. Það er þetta sem að styrrin kannski stendur varðandi þegar við erum að tala svokallaða árás á einkabíla. Rétt í lokin, við getum svo sem talaði með djartkvöld, vegna þess að þetta er mjög stórt og viðamikið og mikið mál. Rétt varðandi kostnaði, það er alveg rétt sem kemur fram í máli bæjarstjóra að þessar fjárfestingar og ég tala það í mínu máli hér á undan að þetta er ekki stóri peningar þó þetta séu stóri peningar. Þetta er 2,5% en það sem er svo skrítið í þessu og það sem gerir það að verkum að þetta var ekkert auðvelt ákvörðun fyrir okkur hvað við ætlum að gera. Okkur fannst ekki koma til greina að sitja hjá í svona stóru máli. Við erum ekki kjörin til þess, við erum kjörin til þess að taka afstöðu. Við kusum þessu máli 2019 en það eru miklu forsendubrestir í þessari uppfærslu og þó þessi uppfærsla þá er gríðarlega mikið breyting á þessu þó að verkefnið haldi sér. Þessi 2,5% þau eru kannski ekki þau eru bara alls ekki mikið fyrir mig þannig og við skulum líka halda þetta til haga að það er búið algjört stopp á höfuðborgarsvæðinu varðandi umferðarmannvirki í mörg ár. En það vantar svo mikið inn í hennar samning. Það vantar til dæmis allt varðandi vagnakaupin, það vantar allt varðandi stöðvarnar sem kosta milljarða, það vantar varðandi uppkaup lóða, það vantar varðandi veituframkvæmdir. Þetta hleypur á 20 milljarða, 50 til 70 milljarðar hafa menn verið að nefna. Hvaðan eiga þessir peningar að koma? Það er ekki búið að semja neitt það. Og af hverju eru gerðar áætlanir þessa framkvæmd án þess að þetta sé inni? Það er eiginlega óásættanlegt fyrir okkur. Þannig að það er svo margt í þessu sem síðan þarf Alþingi að samþykkja samgöngusáttmálann. Við erum að samþykkja hann hér í heilu lagi. Alþingi ætlar ekki að samþykkja sáttmálann í heilu lagi þeir ætla að samþykkja hvern og einn einasta lið eða kafla hans. Það er bara hættumerki. Hvað þýðir það? Ríkisstjórnir koma og fara, áherslur koma og fara. Á þá að fara að hætta við þetta, á að fara að breyta þessu. Það er svo margir hlutir sem eru óvissir í þessu, þannig að þetta var og er ekkert ákvörðun sem eru auðvelt. Og eins og segi, við ættum að vera í sama liðinu með þetta. Að lokum að þá varðandi fjármögnun, að hvað átt eftir að hækka mikið. Og eitt af fjármögnunum sem á að koma að þessu, það er svokölluð umferðargjöld sem að þekkjast eins og til dæmis við þekktum Hvalfjarðargöngum meðan þau voru. Ég heyrði frá framkvæmdastjóra FÍB sem var að setja upp dæmi sem að lauta því að 2030 áður en að við erum farin að sjá nokkra bætur hér hjá okkur þá á að setja þetta í gang, þessar umferðargjöld
þau koma náttúrulega miklu meira niður á okkur heldur en ef við myndum bjúa í 101 eða 107 Reykjavík. Hann tók dæmi það að íbúi í Mosfellsbæ sem að þyrfti að komast út á Seltjarnarnes með að við núvirði í dag, það er reiknað með 4 hliðum frá Reykjavík til Seltjarnarnes. Eina í Átthúsbrekkunni, Miklubraut minni með miðbæ og svo Seltjarnarnes. Hann fer út á Nes og tilbaka og það kostar 200 kall í hvert hlið. Þannig að það er 1600 krónur fyrir okkur að aka út á Seltjarnarnes og tilbaka þegar þessi gjöld verða sett á sirka. Hann var svona að gefa sér þetta með umræðina og þetta er á núvirði. Og erum við til með sátt við þetta að borga þetta? Hvað mun þetta kosta fjölskylduna, meðal fjölskyldu á hverju ári? Þannig að það er svo margt sem að er óljóst í þessu. Fjármögnun Keldnalands, það átti að koma hagnaður upp á 15 milljarða, hann fór allt í 50 milljarða. Þá ætti að breyta aðalskipulagi, þá ætti að deiliskipulagi öllu. Þá komum við aftur að tímafaktornum og ég ætla ekki að endurtaka það. Þannig að þetta er flókið og stórt mál. Þá ætti að endurskoða það aftur. Það stóð í yfirlýsingunni sem að Regína var að lesa fyrir okkur, síðasta setningin í yfirlýsingunni, að það mætti endurskoða kaflana hvenær sem er og hvar sem er. Við skulum byrja á að endurskoða kaflan og við Valdimar vorum sammála því. Það þarf að gera meira, það þarf að gera fyrr og það til dæmis verið mjög athyglisvert að sjá hvernig Suðursvæðið, Kópavogur, Hafnarfjörður og Garðabær, hvernig þau munu álykta í sínum ákvörðunum þegar þau taka ákvörðunum samgöngusáttmála það að bústaðaveginum sé búið að frestast þetta lengi. Það er náttúrulega grafalvarlegt fyrir þau og talandi hvað þessi lítill kostnaður, að það skuli ekki hafa verið keyrt áfram meðan ekki er komin hönnun fyrir öðrum verkefnum, það er óskiljanlegt. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi, bæjarstjóri. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar að árétta það að það er mjög mikilvægt fyrir okkur hér í Mosfellsbæ núna eins og árið 2019 þegar það var samþykkt að ganga til samninga þennan samgöngusáttmála með þessum gjöldum að gæta hagsmuna Mosfellinga þannig að það sitji allir við sama borð. Þannig að það er mjög mikilvægt fyrir okkur að halda vök okkar þannig að það sé ekki verið að taka meiri gjöld af fólki sem býr í Mosfellsbæ heldur en fólki sem býr í Háaleiti eða Hvassaleiti. Það er eitthvað sem við þurfum að berjast fyrir og það hefur ekki komið nein útfærsla ennþá og hefur ekki komið á þessum 5 árum liðin frá því að samningurinn var samþykktur. En mér langar aðeins að óska eftir svona kannski meiri skýringum á forsendu brestinum sem að bæjarfulltrúi talaði vegna þess að hér erum við áfram að tala gjöld, þau séu umferðargjöld, að þau komi til með að fjármagna samninginn. Við erum áfram á þeim stað að það er ekki búið að semja landaruppkaup eins og var ekki búið að gera árið 2019. Innviðir, hvað snertir eins og rafmagnsvagna og annað, þar hefur ríkið talað að koma að og að þessum orkuskiptum varðandi strætisvagnana. Við erum alveg klár með það sveitarfélögin að þar er ríkið að koma sterkt inn. Þannig að ég velti fyrir mér hvar liggur forsendubresturinn í þessum samningi versus samningurinn sem var samþykktur árið 2019. Að mínu mati erum við komin lengra, við erum komin nær framtíðinni með þessum samningi, við erum komin nær verkefnunum. Kannski eina breytingin náttúrulega íbúafjölgunin sem hefur orðið á þessum tíma. Það er náttúrulega búið að fjölga 21.000 manns og 16.000 bíla eins og búið að koma margoft fram sem gerir það kannski ennþá brýnna að ganga til samninga stórauknar almenningssamgöngur. Takk. Takk fyrir það, bæjarstjóri. Bæjarfulltrúi Aldís. Má ég svara? Má ég beina spurningu til? Já, það er stutt. Gjör svo vel, bæjarfulltrúi Ásgeir.
Ég talaði það bæði í mínu fyrra máli og núna aftur. Megin forsendubresturinn finnst mér í þessum samningi sá að þær aðstæður sem að við erum að horfa upp á núna varðandi miklu meiri fjölgun bíla og miklu meiri fjölgun fólks og þær framkvæmdir sem að áttu að vera búnar samkvæmt samningnum 2019 og aðrar framkvæmdir sem áttu að vera komnar vel að stað sem að miðuðu þá við þá fólksfjölgun sem að þá áttu að verða en miklu meiri. Með við þessa stöð í dag þá finnst mér vera forsendubrestur í uppfærslunni þegar við horfum til þess að það lengt í samningnum verulega til 2040. Það eru framkvæmdum sem að slegið á frest eins og bústaðaveginum en aðal forsendubresturinn finnst mér vera sá sem að ég hef mestar áhyggjur af. Ég ánægði mig mjög margt í þessum samningi, bæði fyrri og þessari seinni. Það sem ég hef mestar áhyggjur af og mér finnst vera mesti forsendubresturinn það það að ef við gerum ekkert og bara eitthvað róttækt í að auka flæði umferðar og bæta almenningssamgöngunar strax að því að við höfum ekki tíma til þess að bíða þangað til borgarlínan fyrir að virka á þetta, þá lendum við í mjög vondum málum og það viss forsendubrestur sem mér finnst ekki að vera horft til það sem hefur það að segja í þessari uppfærslu, sagt ok, þetta staðan en við þurfum þá því miður að bæta og það myndi kosta eitthvað en það myndi líka fást tilbaka hagkvæmni í því með þá minni umferðartöfum. Við þurfum að gera einhverja bráða aðgerðir til þess að bregðast við þessari breyttu stöðu, auknum fjölda og ég bind mikla vonir við það að umræðan verði þannig eftir að þetta verður samþykkt sem ég vona að verði gert í öllum sveitarfélögum að það verði farið í þá vinnu. Og eins og ég sagði áðan, horft út fyrir kassan, varðandi að fá alla borðinu í að dreifa umferðinni yfir háanna tíman og svo framvegis, þannig að það hægt að gera þetta. Takk. Ég vona að svara spurningum. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Fyrir fórseti bæjarfulltrúar, það er ekki hægt annað en að koma upp og segja nokkur orð undir svona stóru máli. Og að þó að þessi umræða hafi verið alveg mjög málefnaleg og góð og mér finnst bara gott að heyra að bæjarfulltrúar taka þessu alvarlega. Þetta er stórt mál og við berum mikla ábyrgð og það gleður mig líka einhver síður að heyra að við erum sammála að þetta sé þó besta leiðin áfram. Það er að samþykkja það sem liggur hérna fyrir. Og ég held að það geti allir tekið undir gagnrýni á þetta framkvæmdarleysi síðustu 5 árin og við finnum öll verulega fyrir því sem búum hérna í útjaðri höfuðborgarsvæðisins og auðvitað viljum við gera meira og við viljum gera það hraðar. Það er bara og vonandi verður það þannig. En mér finnst samt ástæða til þess að nefna líka að þeir hafa nú sagt það líka þeir sem hafa komið hérna og kynnt þessi gögn fyrir okkur að allar framkvæmdir munu skila sér í betra flæði einmitt fyrir okkur þó að framkvæmdirnar sem eru næst okkur séu kannski fjær okkur í tíma. Og svo langar mig líka að nefna að það er nú kannski bara ágætt að Sundabrautin er ekki inn í þessu. Að það verkefni virðist þó allavega vera í einhverju vinnslu og þeir segja allavega ennþá að það eigi að hefja framkvæmdir þar 2026. Þannig að það er kannski bara fínt að það er á öðru borði en ekki á þessu. Þannig að þetta teppist ekki allt saman á sama borðinu. Í mínum huga er uppfærslan á þessu samkomulagi nauðsynleg. Það er bara fullkomlega eðlilegt að endurskoða áætlanir á 5 ára fresti og ég gerir ráð fyrir því að þetta verði bara reglulega á dagskrá kjörinna fulltrúa næstu áratugina á meðan við erum að ná okkur ná í skottið á okkur í þessu og byggja upp þessa borg og í rauninni þetta landsvæði sem að taka á móti svona gríðarlega miklum fólksfjölda á þessum stutta tíma. Það er svo sem ekkert sem segir að það verði jafn mikil fjölgun á næstu 5 árum eins og það hafi verið á síðustu 5 árum og með tilliti til þessa kannski vonandi bara ekki. Við sjáum líka alveg að
Það að verða gríðarlega mikil fjölgun hratt sem sagt lengra frá höfuðborgarsvæðinu, Hveragerði, Borgarnes, Akranes, þannig að okkur að fjölga meira heldur en þessar 20.000 manns. Af því þetta fólk kemur líka til vinnu hingað. Þannig að þetta gríðarlega stórt mál. En það sem að mér finnst kannski líka ástæða til þess að draga aðeins upp og nefna aftur, og það þessi þátttaka ríkisins í rekstri og fjárfestingum almenningssamgöngum. Og það náttúrulega mjög stórar fréttir og eitthvað sem að við erum búin að bíða eftir lengi. Og þá má kannski segja að við séum í gríðarlegri skuld þar. Við höfum byggt upp samfélagið okkar með einkabílinn í fyrirrúmi. Og þannig hefur það bara verið og þannig kannski var bara heppilegast að gera það á meðan við vorum miklu færri. En bæði hafa svona kröfurnar breyst, umhverfisvitundin hefur breyst og þannig að við erum aðeins að bæta þessu við eftir á. Og það má kannski segja að það að hafa kostnaðarhlutfalli eða fjárfestingarhlutfalli svona jafnt milli umferðarmannvirkja og svo aftur fjárfestinga í almenningssamgöngum sé kannski pínulítið út af því að við skuldum í almenningssamgöngunum. Við erum mjög aftarlega þar og þið sjáu það alveg þegar þið ferðist til annarra landa. Hvað við erum gríðarlega aftarlega og við höfum ekki farið í þessar fjárfestingar einfaldlega út af því að við höfum ekki getað gert það. Sveitarfélögin eru bara ekki nægilega burðug til þess að gera það ein og sér. Við urðum að fá ríkið að borðinu. Það sem ég langar að nefna hérna eitt enn í lokin, að ég finnst sko þar sem að við höfum lýst því hér yfir að við tökum þessu alvarlega og við berum mikla ábyrgð, að þá finnst mér líka mikilvægt að við fylgjum þessu vel eftir og beitum okkur þegar betri samgöngur að koma hingað reglulega, kynna tölur, segja okkur frá hver staðan á framkvæmdum og svo framvegis og að við séum kannski aðeins beittari þegar kemur að því að fylgja samkomulaginu eftir. Og það svo sem, þannig að svona, þau hafa verið að koma hérna reglulega og farið yfir 6 mánaða uppgjör, 12 mánaða uppgjör, það hafi verið svona frekar tíðinda líka. Þannig að það líka tækifæri fyrir okkur til þess að halda áfram að ræða þetta stóra verkefni. Þannig að en að öðru leyti bara, langar mig bara að ítreka það að ég ánægð að heyra að bæjarstjórn Mosfellsbæjar svona að mér heyrist við ætla að samþykkja þetta og enda sko mjög erfitt að rökstyðja eitthvað annað. Við hófum þessa vegferð fyrir 5 árum síðan að mjög vel yfirveguðu ráði. Það var mikið rætt, en það var þetta stórt skref að taka. Og það að ætla að ganga frá borði núna án þess að leggja eitthvað annað inn í staðinn að mínu mati ekki ábyrgt. Af því við verðum að halda áfram og við getum heldur ekki hagað okkur þannig orðið til þess að þessar framkvæmdir og þessar ákvarðanir tefjist enn frekar. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Bæjarfulltrúi Helga, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég kem hér östust undir þessu mikilvæga máli sem samgöngusáttmálinn og tek undir það sem bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson nefndi í tölu sinni hér áðan varðandi það sem er jákvætt við samgöngusáttmálann og einnig það sem við sjálfstæðismenn hér höfum áhyggjur af í tengslum við forgangsröðun verkefna, kostnað og skipulag. Það sem mig langar að nefna hér í dag, það atriði sem hefur því miður verið lítið rætt og eiginlega ekkert rætt í tengslum við borgarlínuna og það hvernig ætlum við að fá íbúa til að nýta borgarlínu. Hér á höfuðborgarsvæðinu erum við komið með mjög góða hjólreiðastíga, eins og bæjarfulltrúi Halla Karen Kristjánsdóttir nefndi hér áðan, og hafa þeir sem betur fyrir aukin notkun reiðhjóla. En hjólreiðastígar þessir hafa hvorki gjörbreytt menning okkar eða venju.
Markmið með borgarlínunni er að auka notkun almenningssamgangna meðal íbúa er nauðsynlegt að hefja sem fyrst vinnu við að bæta gæði þjónustunnar og ímynd almenningssamgangna í samfélaginu sem og að hafa áhrif á ferðavenjur fólks. Menningarbreytingar eða viðhorfsbreytingar verða ekki til á mánuðum eða nokkrum árum, þeim tekur tíma að breyta. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Bæjarfulltrúi Valdimar, gjörðu svo vel. Kannski bara örstutt, af því að ég talaði Árás og einkabílum, þessu var ekki beint gegn bæjarfulltrúa Ásgeiri, það er ekki því samhengi, en það notaði ekki það orð og var ekki að tala það, ég var svona almennt að tala þetta mál. Og ég sagði og sammála því að sko, það ástandið kemur ekki til með nema að versna á næstu árum. Það þarf eitthvað að gerast og við munum örugglega að taka undir einhverjar tillögur þar að lútandi sem geta aukið umferðarflæði eða minnkað umferð á ákveðnum tímum og svo framvegis. Og varðandi þetta verkefni í heild sinni, það kannski okkur hættir svolítið til að fara kannski svo í að ræða einstakar hluti, ræða þetta í smáatriðum. Það getum við hreinlega ekki. Eins og bæjarstjóri benti á, þetta svona vegferð sem við erum að fara í. Og það bara eftir að koma upp fullt af hlutum. Það áætlið ekki eftir að standast. Það á eftir að vera eitthvað jákvætt og eitthvað neikvætt og svo framvegis. Við þurfum bara að endurskoða leiðina á leiðinni. Þetta bara eins og fjallganga. Við erum búin að taka ákvörðun að fara á toppinn, en við erum ennþá að velja leiðina. Við erum ennþá að undirbúa okkur og við erum eftir að lenda í vandræðum á leiðinni. En það er það sem ég sagði kannski upphæð, það er það sem ég styð þessu, að það er hugsunin, heildarhugsunin, það er áfangastaður, hvert hvar við ætlum að vera. Við ætlum það munum fjölga bílum, þessi áætlun gerir ráð fyrir því, en jafnframt aukningunum verða mestu tekin í gegnum aðra samgöngulið eins og almenningssamgöngur og vistvænar samgöngur eins og hjóla og hlaupa, ég tekur hleypur í vinnuna en allavega. Þannig að vonandi á næsta ári þá verður lagt einhver auki fé í almenningssamgöngur og jafnframt vonandi eitthvað gert til að auka umferðarflæði eða laga umferðina á leiðinni bæ. Þetta þurfum við að gera líka á leiðinni. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera og þá komið að afgreiðslu málsins að lokinni annarri umræðu. Það er óskað eftir fundarhléi. Við verðum með því.
Ég fara að fatta þetta. Þá höldum við áfram fundi. Við erum lokið annarri umræðu uppfærslu á betri samgöngusáttmála og komið að afgreiðslu málsins og ég bið þá fyrst bæjarfulltrúa sem að samþykkja fyrirliggjandi tillögu uppfærslu á samgöngusáttmálanum að gefa merki. Það eru 10 hendur, einhver á móti. Það eru 10 atkvæði með og 1 atkvæði bæjarfulltrúa L-lista á móti og uppfærsla á samgöngusáttmála telst þá samþykkt af hálfu Mosfellsbæjar og hér liggja fyrir bókanir og hér þá fyrst bókun BS og C-lista. Meirihluti BS og C-lista fagnar samþykkt á uppfærðum samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins milli sveitarfélaganna á svæðinu og ríkisins sem upphaflega var undirritaður 2019. Í sáttmálanum sammælst sameiginlega framtíðarsýn í samgöngumálum fyrir allt höfuðborgarsvæðið til ársins 2040. Tilgangurinn að bæta öryggi og aðstæður fyrir alla samgöngumáta, greiða fyrir umferð, efla almenningssamgöngur og tryggja að íbúar svæðisins eigi raunverulegt val ferðamáta. Höfuðborgarsvæðið eitt atvinnusvæði. Mosfellingar sækja vinnu, nám og þjónustu víðsvegar svæðið og munu þar af leiðandi njóta góðs af framkvæmdum víða á svæðinu. Í uppfærðum sáttmála hafa kostnaðaráætlanir verið endurskoðaðar sem og tímasetning einstakra verkefna. Samkvæmt sáttmálanum skulu 42% útgjalda fara til stofnvegaframkvæmda, önnur 42% í borgarlínu, 13% í uppbyggingu hjóla- og göngustíga og 3% í umferðarstýringu, flæði og öryggi. Mikilvægt að í þessum samningi kemur ríkið inn með stóraukið fé til reksturs almenningssamgangna og höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt sáttmálanum verða almenningssamgöngur efldar til muna sem og aðrir vistvænir ferðamátar sem ættu að draga úr mengun og losun gróðurhúsalofttegunda. Fyrir okkur Mosfellinga sérstaklega ánægjulegt að tímasetning á borgarlínu til Mosfellsbæjar breytist ekki þrátt fyrir að ýmsum öðrum verkefnum seinki frá fyrri áætlun. Þá það í senn ánægjulegt og mikilvægt að Sæbrautarstokkurinn kominn á áætlun en hann lykilatriði fyrir tengingu Sundabrautar inn á Sæbraut. Hann hljóðar sú bókun. Þá það bókun frá bæjarfulltrúum D-lista. Það margt jákvætt í uppfærðum samgöngusáttmála sem nauðsynlegur til að komast úr þeirri kyrrstöðu sem ríkt hefur í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu. Það einnig jákvætt að ríkið komi með aukið fjármagn í verkefnið og taki þátt í stofnun og rekstri félags almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Bæjarfulltrúar D-lista gera þó athugasemdir og fyrirvara varðandi uppfærðan samgöngusáttmála. Einkum hvað varðar forgangsröðun verkefna, skipulagsmál og kostnaðaráætlun. Frestun verkefna samgöngusáttmálans síðustu árin ásamt skipulagsbreytingum meirihlutans í Reykjavík varðandi skerðingu á umferð einkabíla forsendubrestur við markmið sáttmálans. Þessar breytingar kalla á annars konar framkvæmdaröðun en þá sem kveðið á í uppfærðum samgöngusáttmála. Má til dæmis nefna mislæg gatnamót við bústaðarveg, legu, skipulag og hönnun Sundabrautar. Í kostnaðaráætlun virðist vanta áætlaðan kostnað meðal annars fyrir vagnakaup og uppkaup lands. Samgöngusáttmálinn langtímaverkefni og ljóst að þetta stóra mikilvæga verkefni á eftir að fara í gegnum fleiri uppfærslur og taka breytingum í tíma, skipulagi og kostnaði. Með áframhaldandi fjölgun íbúa á höfuðborgarsvæðinu má gera ráð fyrir að umferðarþungi aukist mikið á næstu árum. Það því nauðsynlegt að bregðast strax við með aðgerðum til að auka flæði strætó og almennrar bílaumferðar þar til stærri verkefni sáttmálans eins og borgarlína, stokkar og göng verða tilbúin. Í sáttmálanum kemur fram að flýti og umferðargjöld verði tekin upp árið 2030 og gert ráð fyrir að þessi gjaldtaka hafi áhrif á ferðavenjur íbúa höfuðborgarsvæðisins. Ef markmiðið að auka notkun almenningssamgangna meðal íbúa nauðsynlegt að hefja sem fyrst vinnu við að bæta gæði þjónustunnar
og ímynd almenningssamgangna í samfélaginu sem og að hafa áhrif á ferðavenjur fólks. Hlutverk okkar bæjarfulltrúa að standa vörð hagsmuni íbúa Mosfellsbæjar í öllum málum og athugasemdir okkar við samgöngusáttmálann eru í samræmi við það. Áhyggjur okkar beinast að óljósum heildarkostnaði sáttmálans, forgangsröðun verkefna og tímalínu Sundabrautar sem ekki hluti af sáttmálanum. Í ljósi reynslunar ólíklegt að sú tímalína sem sett upp í uppferðum sáttmála muni standast og því leiða til aukins umferðarvanda á höfuðborgarsvæðinu og þar með talið til og frá Mosfellsbæ. Þrátt fyrir ákveðna ágalla í uppferðum samgöngusáttmála teljum við mikilvægt að halda áfram með þetta nauðsynlega stóra samstarfsverkefni ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Bæjarfulltrúar D-lista munu áfram benda á það sem betur má fara, styðja það sem vel gert og hafa hagsmuni Mosfellinga að leiðarljósi í þeim ákvörðunum sem tengjast sáttmálanum. Með vísan til þessa styðjum við samþykktina uppfærslu samgöngusáttmálans. Þannig hljómar bókun D-lista og þá það bókun L-lista. Allir eru sammála mikilvægi á uppfærslu sáttmálans og þess að fara í framkvæmdir sem liðka fyrir umferð á höfuðborgarsvæðinu og bjóða upp á fjölbreyttari valkosti til ferða á milli svæða. Sér í lagi í ljósi stærðar sáttmálans og fjölda verkefna. Vinir Mosfellsbæjar lýsa yfir vonbrigðum sínum með að kjörnir fulltrúar hafi ekki haft tækifæri á samtali og að koma á framfæri spurningum fyrir undirritun sáttmálans. Það gerir það að verkum að mörgum spurningum ósvarað. Hagsmunir Mosfellsbæjar eru ríkir og þarf að standa vörð þá. Bæjarfulltrúi vina Mosfellsbæjar greiðir í ljósi þessa atkvæði gegn uppfærslu á sáttmálanum. Þá búið að lesa upp þær bókanir sem hafa verið lagðar fram að lokinni afgreiðslu þessa máls og þá komið að 7. dagskrármáli. Það tókum við inn með afbrigðum í upphafi fundar. Það liðurinn kosningin nefndir og ráð og það tillaga frá bæjarfulltrúa Viðreisnar þar sem lagt til að Helgi Pálsson verði varamaður í skipulagsnefnd í stað Ölvis Karlssonar. Eru aðrar tillögur? Svo tel ég ekki vera og tillagan telst því samþykkt. Og þá öllum lokið afgreiðslu þeirra mála sem þess krefjast og komið að fundargerðum til kynningar. Og fyrst það fundargerð 584. fundar Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin því lögð fram. Næst það þá 9. mál á dagskrá sem 585. fundur stjórnar SSA á 16. september síðastliðnum. Þar voru 6 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Og enginn kveður sér hljóðs hana og fundargerðin því lögð fram. Og þá komið að 10. mál á dagskrá sem fundargerð 262. fundarstjórnar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins frá 14. júní síðastliðnum og þar voru 7 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs hana og fundargerðin því lögð fram. 11. mál á dagskrá fundargerð 263. fundarstjórnar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins frá 28. júní síðastliðnum. Þar voru 3 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin því lögð fram. Þá það 12. mál á dagskrá sem fundargerð 264. fundar stjórnar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins frá 16. ágúst síðastliðnum. Þar voru 6 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu og enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin því lögð fram.
13. mál á dagskrá er fundargerð 951. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga og frá 30. ágúst síðastliðnum. Þar voru 27 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin er lögð fram. 14. mál á dagskrá er fundargerð 50. eigendafundar Strætó BS frá því 2. september síðastliðinn. Þar var 1 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. Þá er það fundargerð 424. fundar samstarfsnefndar skíðasvæðanna frá 10. september síðastliðnum. Þar voru 6 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin er lögð fram. 16. mál á dagskrá er fundargerð 129. fundar svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins sem framfór 13. september síðastliðinn. Þar voru 7 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Og enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin er lögð fram. Ekki eru fleiri mál á dagskrá þessa fundar. Næsti fundur bæjarstjórnar Mosfellsbæjar fer fram miðvikudaginn 9. október næstkomandi kl. 16:30. Til fundarins verður boðað með dagskrá. Ég þakka fyrir fundinn og segi fundi slitið kl. 18:41.